kæru gestir, takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að vera hérna og fagna vatninu. Það dagur vatnsins á morgun, eins og þú sagðir, og bara heiður fyrir mig að fá að ávarpa ykkur hér í dag. Alltaf dásamlegt að koma í Elliðaárdalinn. Ég bý auðvitað ekki langt hérna frá. Hef fylgst með þessari uppbyggingu hérna sem auðvitað stórkostleg og ég myndi segja að þetta væri þegar orðin bara mjög vel heppnaður áfangastaður í borginni. Og ég bara samgleðst þeim sem ég ung börn núna. Ég var alltaf einhvern veginn við árbakkann að reyna að passa, þau dytti ekki úti, þannig að ég bara samgleðst þeim sem ég lítil börn núna og fyrir barnafjölskyldur þá þetta náttúrulega bara algjörlega dásamlegur staður. Þannig að til hamingju með það og takk Orkuveitan fyrir að búa þetta til fyrir okkur. Vatnið, það auðvitað vatni hérna út allt, það seytlar svona volt vatn, þar sem að börnin að busla. Og það auðvitað tilefni dagsins í dag. Þetta auðvitað ótrúlega mikilvægt fyrir hvert samfélag að hafa aðgang að vatni. Það eiginlega bara undirstaða samfélags að hafa aðgang að vatni. Og við hér á höfuðborgarsvæðinu, við erum ótrúlega lánsöm. Við höfum aðgang að mjög miklu. Þetta eru mjög mikil gæði sem við búum við, sem við kannski erum ekkert endilega að hugsa alltaf þegar við skrúum frá krananum. Neysluvatni okkar, við höfum ekki bara svona ríkulegt af því, heldur það líka bara í hæsta gæðaflokk og þetta í rauninni bara eina verðmætustu náttúruauðlindum sem við eigum. Þannig að næst við skrúfum frá krananum, sem við gerum alla mótna, ég gerir það líka, þá getum við munað það. Og við hefum kannski oft tekið þetta sem sjálfsagðan hlut, að vatni okkar sé hreint og fínt og heilnæmt og allt best á Íslandi og svo leiðis. En svona síðari ár kannski fara að hugsa meira og huga meira gæðunum og hvernig við þurfum að vernda vatni okkar. Af því að við þurfum að viðhalda því og sjálfbærni þar auðvitað bara lykilatriði. Að við séum aldrei að nýta vatnið á mikið eða menga vatnið og þar auðvitað vatnsverndin og ábyrgð okkar allra á henni. Og ég held hún sé alltaf að verða okkur svona aðeins ljósari og ljósari. Að við berum öll ábyrgð á vatninu. Og við þurfum einhvern veginn að haga okkur og okkar lífi og lífsháttum þannig að vatnsgæðunum hér sé ekki ógnað. Og það auðvitað mikilvægt fyrir okkur, en það væri líka hræðilegt einhvern veginn að skila af sér þessum miklu gæðum og þessum auðæfum sem falin í vatninu hér einhvern veginn skemmdu til næstu kynslóð. Ég veit ekki hvort að næstu kynslóð myndi fyrirgefa okkur það. Það nú annars sem það þurfa fyrirgefa okkur fyrir. Segið ekki, nefnir það ekki. Og vatnið auðvitað virðir engin landamæri, þannig að þó ég sé borgarstjóri hér og tali fyrir Reykvíkinga, þá auðvitað fyrir vatnið, vatnsbólið okkar hérna næri við stærra svæði og það vonandi að við getum áfram starfað saman að því að vernda vatnið okkar. Vatnið auðvitað ekki bara eitthvað sem gott þegar við erum þyrst. Vatnið auðvitað 70% af jörðinu okkar. Ég veit ekki hvort að allir vita það. Svo svona fyrir margt löngu þá lærði ég næringarráðgjöf. Þannig að þar var mjög áhugavert ofta að segja fólki frá því hversu mikilvægt að vera að drekka fyrir heilsuna og í rauninni eru við líka 60% vatn. Þannig að gott að muna það þegar við þurfum að muna. Og þegar fólk svona farið að gleyma og orðið pínu þreytt og farið að detta, þá oft bara nóg að drekka svolítið af vatni. Þannig að þið munið það, þið vitið hvernig stundum því vatn getur breytt miklu þegar maður búin að drekka eitthvað annað kvöldi áður. Það út af þessu. Þá vantar vatni líka mann. Þannig að það eru margar ástæður fyrir því hvað vatn mikilvægt og ég hef oft hugsað það að vinna við tjörnina að ég skil vel að, ekki sagt að Ingólfur Arnarsson mögulega hafi bara komið hér og valið sér að setjast að við tjörnina. Við viljum allan að trúa því í ráðhúsinu og ég skil það vel, en það samt alveg þannig að siðmenningin svolítið þróaðist í kringum vatn við ár og vötn af því að þetta bara nauðsynlegt til þess að vera til. Þannig að síðan svona þróuðust borgir og borgir eru mjög oft einmitt líka við vatn. Þannig að þetta svona, ég held nú reyndar við síðan nú nokkuð með þetta, það ekki? En við kannski tölum ekki nóg oft það og þökkum ekki nóg mikið fyrir. En sko við eigum fullt af fersku vatni, en ferskt vatn samt bara 2,5% af vatni á jörðinni. Og 70% af vatninu bundið í klaka og
ferskt og ómenga vatn í rauninni eitthvað sem það hefur alveg komið fyrir Reykjavík að vatn hefur mengast. Það reyndar sem betur fyrir mjög langt síðan, en þá braust hér út Taugaveiki fyrir einhverjum 100 árum af því vatn mengaðist þá og borgarstjórinn þá í Reykjavík rauninni kom á fyrstu vatnsveitunni. Það er nú örugglega einhverjir bændur einhvers staðar sem segja að þeir að vera á undan, en þetta var fyrsta vatnsveitan og við búum að henni enn í dag. Og við þurfum ekkert að líta langt til þess að sjá borgir sem við berum okkur mjög gjarnan saman við sem þurfa að hreinsa vatnið sitt mjög mikið. Það hefur verið rætt eins og Osló sem þarf að hreinsa vatnið sitt hver 6 sinnum. Og það er ekkert bara verri gæði, heldur líka bara mjög kostnaðarsamt. Og við getum notað þau rök fyrir þá sem hugsa meir þann part að þetta er líka verðmætt gæði fjárhagslega. Svo hef ég sem sagt, á undanfarið, þá hef ég verið fulltrúi sveitarfélaga í Evrópuráðinu. Og þar hef ég verið sérstakur talsmaður vatns í Evrópu. Ég hef gaman að fá að segja frá því að ég var að hætti því í gær og átt að skila af mér rosa stóri skýrslu í næstu viku. Þar hefur við fyrst og fremst verið í rauninni að leggja áherslu á réttindi fólks til vatn og í rauninni bara vatn sem mannréttindi. Af því að þetta eru auðvitað auðlindir sem að margir vilja eignast og margir vilja selja og það er reyndar þannig í Evrópu núna. Það er bara stór hluti af íbúðum okkar sem hafa ekki aðgang að hreinu vatni eða þurfa að borga mjög mikið fyrir það. Þannig að þetta snýst ekki bara vatnið okkar sem við erum að fagna, þetta snýst líka jörðina, mannréttindi, heilbrigði, framtíðina, að við komum í veg fyrir allir jöklarnir okkar bráðni, af því að við geymum vatnið þar, að við séum ekki að skapa flóð og þurrka og við séum að draga úr þessari kolefnislósun, þannig að við þegar maður fyrir að tala vatn, þá getur maður bara að tala allt saman. Er það ekki típist fyrir stjórnmálafólk? Einhvern veginn, reyna að koma öllu inn í eina ræði. Það verður sérstakur fókus á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna núna á borgir og ég held að borgir séu lykilaðarar í því að vernda vatnið. Borgir eru þetta lykilaðar í að þróa heiminn og breyta vettvangur nýsköpunar og hugsanir og Reykjavík hefur tekið þátt í samstarfi sem heitir Resilient Cities sem að einmitt snýst það að veita viðnám þessum loftslagsbreytingum og ég held að við þurfum að leggja jafnvel ennþá meira áherslu á það og við erum líka að verða svona vör við það að meiri öfgari veðri út frá loftslagsbreytingum að hafa áhrif. Ég menn við sáum flóð daginn og fleira. Þannig að við tökum þetta alvarlega, við viljum auka okkar aðlögunarhæfni en við viljum líka gefa í hvað varðar að koma í veg fyrir. Það sem við þurfum þá alltaf að vera aðlaga okkur sem eru þessar loftslagsbreytingar. Þannig að ég hlakka bara til áframhaldandi samstarfs þessi mál og bara óska ykkur til hamingju með þennan fund, til hamingju með daginn á morgun. Í gær var hamingjudagurinn, á morgun var dagurinn, ég veit ekki alveg hvað dagur er í dag. Dáns, það er dáns, já, snillt og jökla. Akkurat, það er svo gott að allir dagar eru dagar einhvers. Það er bara geggjað. Þannig að ég bara þakka ykkur fyrir að bjóða mér að ávarpa þennan fund. Þetta er mjög gott líka fyrir mig sem er nú ekki lengur talsmaður vatns í Evrópu, verður nú bara talsmaður vatns í Reykjavík. Takk fyrir mig og til hamingju með daginn.